súrdegsbrauð þarf að hefast í 12 til 24 klukkutíma sem þýðir að við lifum ekki lífstíl sem býður upp á súrdegsbrauð. Það ekki tími fyrir. Ég með stöðuga klemmu á milli herðablaðana sem eitthvað kvíðaklemma. Og einmitt eitt, ég mála mig aldrei, þannig að ég ætti að græða þar bara, 30 mínútur á dag eða eitthvað. Ég sé bara ekki út úr þessu. Ég farin að pissa óeðlilega. Hjartað á mér svona komið upp í kok. Og mér líður eins og ég sé búin að vera núna í 1,5 ár í svona kviksyndi og ég alltaf að bíða eftir fucking fríinu. Það sem ég reyna mest álega núna í þessum dögum að vera í samskipti við fólk. Nú ég komin á þann stað líkamlega að röddin að gefa sig. Ég svitna endalaust en mér samt kalt í núna 3 ullapeysum. Ég hef ekki orku í þetta. Við ætluðum að gera verk kulnun og vorum langt komnar með það og þá gerðist tvennt. Númer 1, allt efnið sem við vorum búin að taka upp hvarf í kerfi útvarpsins. Og númer 2 sem gerðist í kjölfarið, Sigga áttar sig á að hún stefnir hraðberi í kulnun. Hvað gera konur þá? Við erum hljómsveitin Eva og þetta útkoman. Ég stefni bara á að vera cirka 60%. Stefni bara á að vera cirka 60%.
Jæja, Sigga. Jæja, Hvað er að byrja? ef ekki bara byrjaði að kynna okkur. Ég heiti Sigga Og ég heiti Vala. og saman erum við hljómsveitin Eva og þeir eru að hlusta á þáttinn Það er allt í lagi að leggja sig á daginn. Og hvað fjallar þátturinn, Sigga? Þetta er svona persónulegt heimildaleikhús ferðalag ungra konu inn í burnout. Er þetta ekki útvarpsleikhús? Nei, sko Jú Þetta er útvarpsleikhús og En þetta er samt satt. já, þetta er raunveruleika þáttur. Já, þetta er raunveruleika þáttur og þú ert svona viðfangið. Já, það má segja það. Og segðu okkur nú svolítið frá þér. Sko, ég er bara 29 ára gömul, verð 30 á árinu og ég á unnustu, tótlu og eins og hálfsás gamla stelpu, úu og vinna á leikskóla í hlutastarfi, ætlaði að hafa það svona svolítið lítið en það er einhvern veginn samtalið orðið, það er 90% vinna og eftir þessa vinnu þá fer ég, þú veist, í einu af þessi verkefni, stýra útvarpsþætti, gigga með þér, halda tónleika, búa til leikrit, hitt og þetta, skilur, mæta hér og þar og gera og græja. Fyrir utan það náttúrulega bara að vera manneskja og sinna hlutum og fjölskyldu og barni og þetta allt, skilur. Og er svona búin að vera svona cirka kannski síðasta 1,5 til 2 árin svona að reyna að breyta lífinu og gengur illa með það og einhvern veginn finn mig í þessari stöðu að vera að kulna. Þú veist og ég kannski, þú veist, hefði aldrei haft hugrekki til að viðurkenna það nema því þú einhvern veginn neyti mig til að horfast í augu það. Eins og mun koma í ljós í þessum þáttum. Öll þessi saga. Og bara þannig að það sé alveg skýrt fyrir áheyrendurnar að þá lentum við í áfalli í þessum þætti. Já, við lentum í þessu áfalli sem er aðeins búin að nefna með að missa bara allt efnið okkar, 6 vikna vinna í súginn. Sem að leiti til þess að þú opnaðir augun fyrir því að hvert stemdi með þig. Eða ekki? Jú. Viltu tala eitthvað meira um það? Nei, mér langar ekki að tala um þetta. Mér finnst leiðilegt að tala um þetta. Mér langar bara að byrja á þættinu. Ok, ítt og play. Hvað vorum við að tala um? Súrdegsbrauð? Já, og við erum eitthvað að þú veist, súrdegsbrauð þarf að hefast í 12 til 24 klukkutíma sem þýðir að við lifum ekki lífstíl sem býður upp á súrdegsbrauð. Það er ekki tími fyrir súrdegsbrauð í okkar lífi. Ég er með stöðuga klemmu á milli herðablaðana sem er eitthvað kvíðaklemma. Af því þú veist, ég finn svona átakið í spenningnum þegar ég anda djúpt. Og ég veit ekki alveg af hverju ég er svona kvíðin, en þess að ég hef miklu minna að gera núna heldur en ég er búin að hafa síðasta hálfa árið. Samt finnst mér í engan veginn ná utan um þetta, Og ég er alltaf einhvern veginn ég alltaf eigi að vera að segja upp eitthvað staðar. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get your work, bitch. Nú var ég að skutla tótlu í vinnuna
og við vorum eitthvað svona að ræða þetta. Ég var eiginlega að reyna að útskýra því ég var að taka upp svona færslu meðan hún var inn í bílnum og hún eitthvað, hvað þetta gera og ég, hvað þetta fyrir útvarpsverkið og ég svona dokumenta hugsanir mínar í streitu dagsins og hún einhvern veginn, já, ok, já, einmitt og hún svona hefur alveg tengt við þetta viðfangsefni svona í samfélagssamhengi en ekki kannski ekki tengt það við mig þó ég sé alveg ógeðslega oft að tala að ég sé einhvern veginn að drukkna og mismunandi eftir tímabilum. En ég var að segja við hana, þú veist, stundum eða flestir dagar hjá mér eru þannig að ég þarf að mæta á allavega 2 staði, þú veist, þá er ég að tala vinna og svo þarf ég að fara á einhvern einn stað og svo þarf ég að fara á einhvern annan stað. Þú veist, þannig er 3 staðir þar sem ég verð að vera með viðveru í deginum með tilheyrandi skutleríi og pössunarreddingum og barnasækjungum og öllu því, þú veist. Þannig að kannski, við erum að tala þá kannski 2 klukkutími í bíli eða eitthvað yfir daginn pluss vinna, pluss fundur, pluss æfing eða hvað það er sem ég þarf að gera, þú veist og ég var eitthvað að tala þetta og ég segi bara þetta er náttúrulega sturlun, þetta er geðbilað og samt ég ekkert með stærsta planið í heiminum, þú veist, fullt af fólki sem er miklu meira busy heldur en ég og hún var bara eitthvað sturlun, hvað sturlun að keyra og eitthvað, nei, þú veist, bara allt þetta, bara heildin, þú veist, maður er kannski með plan 22 tíma á sólarhringi, þú veist, með svefni og öllu, þú veist, og hún einhvern veginn, það er svo merkilegt einhvern veginn, hún tengir svo ótrúlega lítið við þetta, sem er þá kannski bara gott, hún er kannski þá bara svona streitulaus og kvíðalaus, eða þú veist, eða sko ég fyrir að hugsa, er ég kannski bara eitthvað geðveik? Er ég bara veik, þú veist, weak þá, ef viðkvæm, er ég þá bara viðkvæm? Ég veit ekki. Allavega. Nenni ekki, get ekki, nenni ekki, endist ekki, ger ekki handtak, ég er hyskinn og nenni engu. Vinnufælin, leti drömbur. Þú mátt fara í vinnuna en ég ætla að vera heima. Þú mátt taka til hendinni, ganga til verka, enda berserkur til vinnu, en ég ætla að vera heima. Þurfum við ekki eitthvað að tala hvað kulnun er? Jú, hún gerir það. Og við vorum alltaf búin að fá, þú veist, sérfræðinga til þess að segja fólkinu frá kulnun á mjög svona professional hátt. Já, akkurat. En það efni er náttúrulega glatað eins og allt hitt. Einmitt. Hvað er kulnun? Sko, þetta er bara svona í rauninni bara almennt þrot, lífsþrot í vinnu eða persónulegu lífi nema hvort vekja sig. Já, og maður svona er með almenna tilfinningu að geta ekki meir. Þú ert búin að vera í langvarandi stressi. Einmitt. Og upplifir svolítið, einmitt að geta komið líkamlega einkenni. Já, vöðvabólga og hausverkur og svimi og svona, og það bara geta ekki staðið upp á mótnana. Já, kvíði og þetta allt. Já, höfuðþvaður, svona þú getur ekki hægt að hugsa einhvern hlut, óleyst vandamál og þau bara svona magnast upp í hausnum á þér. Já. En þetta er sem sagt skali eða ekki? Jó, akkurat, þetta er bara eins, kannski mismunandi fólki margt. Já. En þetta kemur allt betur í ljós, eða ekki svona eftir því sem... Jú, þetta er bara svona gróflega þetta, þú veist, þetta er bara þrot. Já. Ég meina, já, þú þekkir þetta betur en ég. Og svona í áframhaldandi samhengi við þetta sem ég var að tala þá er þetta allt fyrir utan það sem allir þurfa svo að gera í heiminum. Þrífa heima hjá sér, vöggva blómin, fara í búðina og kaupa inn, vera í tengslum með vin og fjölskyldu, fara í ræktina og fyrir utan allt sem ég á svo núna vera að gera líka, þú veist, einhvern veginn
að vera meðvitaður neytandi og passa með að versla bara í réttu búðunum og passa með að kaupa bara réttu vörurnar, passa með að borða bara lífrænar vörur og að endurvinna allt plastið mitt og fara í hugleiðslu og vera á núvitund og fara á, gyðjunámskeiðið og vera búin að kynna mér alla forsetaframbjóðendurnar og allt stöffið sem maður á að vera að gera, baka, hendi í köku, ekki einhver að koma í kaffi, allar kröfurnar sem eru bara almennt á öllum, þá að plana þér fyrir utan það, Og ég myndi segja, kröfurnar sem eru gerðar á alla, allt þetta, fara í rektina, vera með fínt heimili, bla bla bla, það er allt eitthvað, það er allt eitthvað, ég er að keyra, ég næ ekki alveg að einbeita mér. Það er einu tími sem ég hef til að tala um þetta við símann minn. En ég myndi segja að allar þessar kröfur, allt þetta sem er sett á alla, ég myndi segja að það væri allavega svona 3 klukkutímar á dag. Halda heimilinu sinni fínu, fara í búð, sinna sjálfur sér, og einmitt eitt. Ég mála mig aldrei, þannig að ég ætti að græða þar bara, 30 mínútur á dag eða eitthvað, ég varla að baða mig, ég tek svo stuttan tíma að hafa mig til, en samt finnst mér, ég hef alltaf verið að hafa á lítinn tíma, þetta er að kaupa mér eitthvað í fólkum bakari, ég nefndi ekki að borða mat á þeim. Sigga, þetta er alveg satt sem þú ert að segja með þessa hluti. Já, þetta er ómanneskilegt. Já. Kröfurnar. Það er, ég meina, jafnvel þó ég myndi, taka skrefið og bara, hætta að vinna. Myndi alltaf breyta henni. Einmitt. Tútulistinn er svo langur. Já. Það halda eitthvað allt endalaust áfram hlutir að bætast við hann, maður kannski strikar út í dag og koma aftur á listan á morgun. Má ég sjá tútulistan þinn? Já, en hérna. Má sjá. Það er kaupi matinn, setja þvottavél, taka úr þvottavél, hengja upp, brjóta saman þvottinn, elda mat, setja baunir í bleyti er inn í því. Spila á gítarinn. Það þarf að halda sér tíma hjá lækni og tannlækni og sækja barnalagsskóla, skuldum pappa, fara í ræktina, þrífa húsið, ADH, sérstaklega baðherbergi, lesa á rafmagnið, Brjóta saman þvott og elda mat, leggja brennir í bleyti, skutla barni í leikskóla, sækja barni í leikskóla, sofa ekki og lítið ekki og mikið fara í lestina, senda jók og núvitundaræfingar, þrífa húsið, svari síman, senda e-mail, svara síman, kaupa internettengingu og lesa rafmagnið, leita arfarsla á garði, fylgjast með fréttum og óska fólki til hamingju með afmælið og peppa með liðskjöf, fara í bað, mála mig og fara í klippingu, passa upp á klippingmálin, lesa mér til uppruna hlutana, vera meðvitaður neytandi, fara til tannlæknis, vökva blómin, vaska skipta á rúmunum, setja mér í mál, húsfélagsins og fara bílinn í skoðun og stunda kynlíf. Stunda vinnuna, kaupi matinn, setja í þvott, munu setja það í Excel-skjalið að stunda kynlíf, brjóta saman þvott, elda mat, leggja baunir í bleyti og stunda kynlíf. Og listin heldur bara einhvern veginn áfram, og maður kannski næri að strika eitthvað út af listanum einu sinni, skilur, svo einhvern veginn er það bara komið strax daginn eftir á listan, og þetta er bara endalaust. Ég er áttum á því að ég er búin að vera með hálsbólgu, byrjaði náttúrulega á því að vera raddlaus í hátt í 2 vikur og nú er þetta að koma næstu 4 þar sem ég er með hálsbólgu og ég held í röddinni. Og ég er áttum á því að einu sinni þá hafði ég bara tíma til þess að búa til engiferseyði og borða hvítlauk á morgnana, taka C-vitamin, drekka kamillute, kaup með þrótspray og jamins
fara daglega í sund og gufu til að laga röddina og þetta allt saman. Bara babya þetta shit út, þú veist. En nú hef ég bara ekki tíma fyrir það. Þannig að, já, ég veit ekki, er þetta ekki hluti af vandamálinu? Ég er farin að pissa óeðlilega oft. Ég hef alltaf reyndið að pissa mjög oft, sko. En það er eins og ég ná ekki að einbeita mér að því að pissa. Annarkvort sest inn á klóstið án þess að pissa, man að ég ætla að gera eitthvað annað og fer af klóstinu án þess að pissa. Eða ég sest niður til að pissa smá, klára ekki alveg, gef mér ekki nógan tíma til að klára að pissa. Þannig ég stend upp á klóstinu án þess að vera búin að tæma blöðruna, þannig þá þarf ég bara aftur að pissa mjög fljótlega. Þú veist, ég er kannski að pissa á hálftíma fresti, sko. Stundum, sko. Ekki kannski allan sólarhringinn, en já. Sko, það sem er að reyna mesta álagi núna í þessum dögum er að vera í samskipti við fólk. Og þá sérstaklega fólkið mitt. Mér finnst erfitt. Núna bara ég var að tala við mömmu og hún er einhvern veginn, þú veist, svaka góð við mig og allt það. Bjóða fram aðstoð. Og þú veist, einhvern veginn, mér finnst bara svo erfitt að vera, ég labba hérna inn heima. Það er svo móð, það er svo mikið af stigum. Og þú veist, svo erfitt að vera í samskiptum, halda ró sinni og þú veist, vera kurteis. Það er bara erfitt að tala. Þú veist, þetta er bara erfitt. Ég næ ekki útskrift betur. Þetta er bara ógeðslega. Því betur sem ég þekki fólk núna, því erfiðara er að vera í samskiptum næstu því. Eða þú veist, að einhvern veginn þannig. Já. Já, ég var að segja. Mér finnst þetta ástand í bílnum þínum vera svo ótrúlega mikil myndlíking fyrir bara ástandið af þér. Helvíti svinghjóli, maður. Sýrennan bara og enginn gerir neitt. Já, neinu. Þetta er ekki hægt. Þetta er ríkald. Ég var í svo margar vikur, sko. Alltaf bara ákveð þegar kom sjúkrabíll. Svinghjólið og túrbínan eru sérst biluð á bílnum. Og það er svona stöðugt sírenvæl eitthvað konar. Og það fyrir, ég hef bara ekki haft tíma til að fara með bílinn í viðgerð. Svinghjólið og túrbínan. Viltu ekki bara setja okkur beint í upptöku? Já, þetta er komið. Sko, ég verð að segja við þess eitthvað, mér finnst þú svo hugrakk. Hvað? Mér finnst það svo persónlegt, sko. Þessar tökur. Já, en þetta er ekki bara of mikið. Sko, ég skil alveg að þú farið þangað og hugsi bara eitthvað, hérna, er þetta ekki bara ógeðslega sjálfhverft og ferðið þangað? Ég fer bara, sko, þetta er handan hins persónlega, þetta er orðið prívat, skilur. Er hún, sko, já, í sjálfhverfu kasti, einhvern veginn, höfundur, leikstjóri, viðfang, einhvern veginn. Já, sko, ég veit, þú veist, og ég skil þig að þú farið þangað, þetta er mjög prívat. En ég held nefnilega, sko, það gerir þetta svona mikilvægt. Því að, sko, það er ekki bara, þú veist, þú ert svolítið svinghjólið í samfélaginu. Svinghjólið og túrbínan. Þú veist, þú ert sírenan sem enginn er að hlusta á. Fattar hvað ég meina? Wow. Ok, ég komið svolítið langt. Nei, ég var að hugsa, þú veist, hvernig listamaðurinn, þú veist, þetta, sko, samfélagið er náttúrulega augljóslega einhvern veginn geðbilað. Já. Að, þú veist, að þetta er einhvern veginn raunveruleikin okkar og við höfum ekki tíma til þess að vera lasin og bara fá okkur engifer og hvítlaug þegar við erum einhvern veginn með hálspólgu. Og sko,
sko, þegar eitthvað að í samfélaginu, að þá þarf einhver að vera, þú veist, í samfélaginu sem að sér það, sem ekki algjörlega samdauna því hvert við erum öll að fara og bendir á það og segir bara hei, krakkar, stopp, þetta ekki lagi. Nú er svinghjólið, skilur við. Já. Og þú ert svolítið að bara stíga upp og gera það. Þú veist, þú ert bara, þú veist, og þetta er stöf sem enginn þorir að tala enginn þorir að segja, þú veist, allir eru bara inn í sér eitthvað, þú veist, ég get ekki verið að viðkenna þetta, þá er ég eins og aumingi, þú veist, ég get ekki verið að tala þetta er svo prívat og eitthvað, þú veist. Já. Þú ert bara svolítið, skilur, að taka að þér að vera svinghjólið og það er bara, þú veist, skilur, það er svolítið stórt. Já. Bilaða túrbínan og svinghjólið. Já. Og einn daginn, skilur, þú veist, það er enginn að taka eftir, þú ert bara, við erum einhvern veginn að kalla hérna úr hljóðveri útvarpsins, eitthvað, reyna að vara alla við og vera sírenan og það lustar enginn, en einn daginn, skilur við, þá munum við kannski stoppa og fara með bílni viðgerð. Vá. Er þetta ekki eitthvað? Þetta er móli. Þetta er algjör móli. Er þetta ekki móli? Þetta er algjör móli. Þú veit móli. Já, halda áfram. Svo er ég líka aðeins að velta fyrir mig núna, þú veist, jú, það er alveg svakalega gefandi að vera í skapandi vinnu og verkefnum og gera, þú veist, taka þátt í hlutum með fólki sem maður hefur trú á og hjálpa til og borga aftur greiða, þú veist, inn í kosmosið sem maður er búin að nýta og þú veist, taka út úr bankanum einhvern veginn og allt þetta, þú veist. En, þú veist, hvernig í andskotanum á maður samt að hafa tíma fyrir það, þú veist. Það verður allt svo dýrt. Þú veist, inneignin er ekki nein, það er engin innistæða, þú veist, þannig að það fer bara að ganga á aðra hluti, þú veist. Maður er kannski í vinnu og ekki eins og endilega fullri vinnu, þú veist, og svo er maður í, þú veist, með fjölskylduna, þú veist, og svo þarf maður kannski að taka að sér eitthvað svona aukaverkefni og svo kannski verið barnið veikt og þá er listræna verkefnið sem mann langar mjög mikið til þess að geta sinnt. Allt í einu orðin svaka kvöð, þú veist, og liggur á manni. Svona, þú veist, og ég veit ekki alveg í stóra samhenginu hversu virði er það. En svo vil ég heldur ekki bara vera hamstur í hjóli. Vinna, sofa, borða, vinna, sofa, borða, vinna, sofa, borða, þú veist. Næ, ég veit ekki. Farið allt sem átti að forðum, fangið nakið sálin tóm, gamall heimur genginn úr skorðum, gráhærður orðin að eilífum áhyggjum. Hér var allt en svo í lengur, auðir bekkir, engin hljóð, horfin lífsins farsæli fengur, fæst ekki til þess að gleyma, en hvar er draumurinn? Hvar ertu lífið sem ég þráði, ó, eilífið? Hvar eru gleði mín og sorg? Hvar er draumurinn? Ég sko eiginlega fatta hvað er alvarlegast í þessu dæmi og það er sko að mér hefur alltaf mér hefur alltaf fundist mjög gaman að hafa mikið að gera og taka að mig verkefni og standa mig og vinna með fólki og gera alls konar. En svo kom moment fyrir svona 1,5–2 árum þar sem ég vildi ekki lengur gera það en gat ekki hætt því og þá fóru hlutirnir að verða alvarlegir. Og 1,5–2 árum seinna er ég ennþá í þessari stöðu að mér langar ekki að hafa svona mikið að gera og vera að gera allt sem ég er að gera.
en ég bara finn mig einhvern veginn uppkvæmta sjálfa mig bara í sömu stöðunni áfram endalaust. Það er það sem er svo alvarlegt í þessu. Hér var allt en svo í lengur, auðir bekkir, engin hljóð, horfin lífsins farsæli fengur, fæst ekki til þess að gleyma, en hvar draumurinn? Hvar ertu lífið sem ég þráði, ó eilífið? Hvar eru gleði mín og sorg? Hvar draumurinn? Ok, Sigga, þú verður að leika fyrir mig þarna, þú veist, þegar þú ætlaði að tala október, og leggst til þegar október kemur, hvernig þá verði einhvern veginn, þú segir svolítið frá, þú veist, hvernig þá verður allt betra. Já, af hverju það verður allt betra. Þú tókst þetta svona daginn? Já, ég er sko búin að vera mjög í margar vikur og mánuði jafnvel að bíða eftir því að sko ég sé svo mikið fyrir mér október. Í október þá verður lífið eins og það á að vera. Þá verður allt svona mun ganga sinn vanagang, ég verð bara í einni vinnu, 100% vinnu, frí helgar og þá verður einhvern veginn, það er svona mín hugmynd sko, þetta er fyrirheitnalandið, fríið, slökunin og þá mun ég ná að vinda ofan að mér sko. Af því nú er ég búin að vera einhvern veginn með svona verkefni í langan tíma og mörg einhvern veginn annað hvert öðru, en í október þá get ég farið að leggja bænir í bleyti, þá get ég farið að leggja í löngu baði, þá get ég alltaf haft tíma til að leika mér og við barnið mitt og þá þarf ekki að fara lengur að fara í pössun og þá get ég einhvern veginn farið að lifa lífinu eins og ég vil lifa því, bara svona, skilur, venjuleg fjölskylda. Í október? Þetta gerist allt í október. Þau eru bara í 100% vinnu? Já. Það verður alveg... Það verður eitthvað sko. Ok. Og lof mér þig að leiða til landsins fjalla heiða með sælu sumrin lauk, með sælu sumrin lauk. Þar angar blóma breiða við blíðan fuglasöng. Þar angar blóma breiða, þar angar blóma breiða við blíðan fuglasöng. Þar aðeins yndi fann ég, þar aðeins við mig kann ég, þar batt mig tryggða band, þar batt mig tryggða band, því þar allt sem man ég, þar mitt draumaland, því þar allt sem man ég, því þar allt sem man ég, þar mitt draumaland. Nú er ég á leiðinni heim að leggja mig
og klukkan 14:24 og ég svona algjörlega búin að því. Og ég sko, þú veist, ég að semja lag með Völu sem heitir Það er alltaf að leggja sig á daginn og þessi þáttur heitir Það er alltaf að leggja sig á daginn. En ég að fara að gera það núna til að æfa mig. Og mér finnst þetta alveg rangt. Ég alveg, það sko, mér finnst þetta svo erfitt af því að eina tímabil í lífinu þar sem ég hef leyft mér að gera þetta var þegar ég var ólétt. Þá var allir að segja maður ætti að gera svona. Þú veist, þegar ég var komin svolítið langt á leið, þá var ég farin að leggja mig á daginn, svona kasta mér aðeins vinkonum ég sagði að þetta var algjörlega nauðsynlegt. Þá varst mér alltaf leið því að það var fyrir einhvern annan, en mér finnst sko ógeðslega erfitt að vera bara á leiðinni heim núna. Ég vil ekki segja neinum frá því og ég svona að velta fyrir mér hvað ég get sagst hafa verið að gera á svona tímapunkti ef einhver fréttir að ég hafi ekki verið með Völu að vinna. Ég lýg bara einhverju. Ég ekki þekk, ég óþekk og ég ekki sæt, ég risastór og ég ekki krútt, ég indjána höfðingi og ég ekki ein því að inn í mér kvennakó. Na-na-na-na. Vilt en ekki fundin, ég staðurinn og stundin, ég Villukettling. Já, ég villikelling. Villukettling. Já, ég villikelling. Na-na-na-na. Og ef ég segi það sem þarf að segja, fæ ég kannski kökk í hálsinn. Og ef ég segi það sem þarf að segja, fæ ég kannski kökk í hálsinn. Verður gripið til vopna ef ég klökkna, brest eða brotna. Verður gripið til vopna ef ég klökkna, brest eða brotna. 1, 2, 3 og Ég má líka leggja mig og ég má líka leggja mig. Ég má líka leggja mig og ég má líka leggja mig. Ég má líka leggja mig og ég má líka leggja mig. Ég má líka leggja mig og ég má líka leggja mig. Ég má líka leggja mig. Na-na-na-na. Ég ekki þekk, ég óþekk og ég ekki sæt, ég risastór og ég ekki dugleg, ég sein til verks og dreymin og ég að sigra heiminn. Vilt en ekki fundin, ég staðurinn og stundin, ég Villukettling. Já, ég villikelling. Villukettling. Já, ég villikelling. Na-na-na-na. Og ef ég segi það sem þarf að segja, fæ ég kannski kökk í hálsinn. Og ef ég segi það sem þarf að segja, fæ ég kannski kökk í hálsinn. Verður gripið til vopna ef ég klökkna, brest eða brotna. 1, 2, 3 og Ég má líka leggja mig og ég má líka leggja mig. Ég má líka leggja mig og ég má líka leggja mig. Ég má líka leggja mig og ég má líka leggja mig. Ég má líka leggja mig og ég má líka leggja mig. Ég má líka leggja mig. Og ef ég segi það sem þarf að segja, fæ ég kannski kökk í hálsinn.
gestabollar? Mér finnst það eiginlega hámark sko grindarinnar að láta mann alltaf þurfa að vappa öll gólfi í leita kaffibolla. Systemið hérna á RÚV er sérst þannig að fólk á sína bolla, það er engin pappamál svona umhverfisstefna og gestabollarnir er einhvern veginn alltaf út hvippin og kvappin. Akkur er ekki bara kaffibolli handa mér? Mér finnst þetta er eiginlega það, akkurat núna, þá er þetta stærsta hindrun fyrir því að ég geti farið inn í húsið. Áttu þú ekki einhver bolla? Jú, ég finn hann ekki. Ég verð bara eitthvað stressuð við að drekka, þú veist, úr Gísla Martins bollanum eða eitthvað. Nei, það má ekki. Hefurðu gert það? Ég hef gerð það í gær. Það gengur alls ekki. Ég sleppi frekar að fá mér kaffi. Ég verð að fá kaffi, sko. Heyrðu hvernig andardrátturinn er að þingjast út af þessu? Jæja, Sigga. Þá er þátturinn búinn. Já, það var þetta búið í dag. Þú ert ekkert á frábærum stað. Nei, og verð á enn verri stað á næsta laugardag. Það var svona stóra krassið. Já, þá kemur það, sko. En svo finnum við nú kannski ykkur að lausna á þessu laugardaginn þar á eftir. Já, vonandi. Þetta verður æsi spennandi. Þið bara haldið áfram að hlusta, kæri hlustendur. Takk fyrir okkur í bili. Og það er allt í lagi að leggja sér daginn og það er allt í lagi að gera ekki neitt. Og það er allt í lagi að leggja sér daginn og það er allt í lagi að gera ekki neitt. Og það er allt í lagi að leggja sér daginn og það er allt í lagi að gera ekki neitt. Stefnum bara á að vera cirka 60%. 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 Það er allt í lagi að leggja sig á daginn og það er allt í lagi að gera